Hingað er komin Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, stjórnsýslufræðingur. Við ætlum að tala heilbrigðiskerfið og þú ert náttúrulega sérfræðingur í því og hefur rannsakað íslenska heilbrigðiskerfið alveg frá því að sameining sjúkrahúsanna var hér á sínum tíma og einhvern veginn þetta kerfi var mótað sem við búum við núna. En það er að gerast náttúrulega býsna stór tíðindi og kannski helst það núna að ráðherra, hann þarf að ákveða varðandi einkarekstur í hvort hann á að leyfa klíníkinni að verða sjúkrahús og það eru sem sagt ákveðin tímamót þarna núna. Já, það eru, eins og þú segir, ég er búin að vera að rannsaka þetta heilbrigðiskerfi nokkuð lengi, að bara vegna þess eitthvað verður að gera það, ekki satt. Og það sem ég sýnist vera núna að blasa við er það að svo ákvörðun sem ráðherra liggur yfir núna þessa dagana og væntanlega verður kynnt núna næstu dögum. Hún felur í sér meiri háttar stefnubreytingar verði af því að ráðherra samþykki samninga við þetta fyrirtæki. Og ástæðan er svo að með þeim samningum þá eru stjórnvöld í raun og veru að lýsa því yfir að þau séu samþykk fjármálavæðingu íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Og fjármálavæðing íslenskrar heilbrigðisþjónustu felur í sér svona ítrasta form einkavæðingar. Og eins og allstaðar annars staðar í íslenskri heilbrigðisþjónustu, það sem einkavæðing í nánast í öllum tilvikum, að þá er sú einkavæðing þannig að hún gerir ráð fyrir og reiknar með greiðslum úr opinberum sjóðum. Já. Þannig þarna er þá beint fjármagni inn í fyrirtæki sem er fjármálavætt. Fjármálavæðing þýðir það að tækifæri gefst fyrir fjárfesta sem sjá sér hag í því að hagnast á íslenskri heilbrigðisþjónustu að fjárfesta. Og við sjáum til dæmis í þessu tiltekna fyrirtæki að þá eru sjávarútvegsfyrirtæki orðið þarna fjárfestir. Sjávarútvegsfyrirtæki sem greiðir sér arð af auðlind okkar, notar það til að fjárfesta í heilbrigðiskerfinu okkar. Já. Og það sem ég langar til að ítreka í þessu sambandi og þegar ástæðan fyrir því ég er alltaf að rannsaka þetta kerfi er það að rannsóknir eru líka að sýna það að almenningi er svo umhugað það að þetta kerfi verði áfram fjármagn á opinberum sjóðum, það er 90% segja rannsóknir og nánast nálægt því segja líka að við viljum að heilbrigðiskerfið eða heilbrigðisþjónusta sé veitt af opinberum stofnunum að mestu. En ástæða fyrir því að það er ástæða til þess að fylgjast mjög vel með ákvörðun ráðherra sem verður kynnt á næstu dögum er það að þessi ráðherra, hann hlýtur bara eins og ég sé þetta og eins og ég er búin að skoða þetta, hann hlýtur eiginlega að vera milli steins og sleggju. Já. Og hvers vegna skildi það vera? Það er ekkert bara spurning einhverja venjulegan einkarekstur. Þetta er þessi fjármálavæðingar þáttur sem kemur hérna inn í þetta sem býður upp á fjárfestingar. Og meðal hluthafana í þessu fyrirtæki sem umræðir er stór frændi í forsætisráðherrans og fjármálaráðherrans og fleiri ættingjar jafnvel fyrir utan sjávarútvegsfyrirtækið. En þar með er ekki öll sagan sögð fyrir þessa klemmu sem að heilbrigðisráðherrann hlýtur að vera í með samstarfsfélögum sínum það í ríkisstjórninni. Vegna þess að það er þannig að þegar ráðherra tekur ákvörðun, þá verður hann að taka ákvörðun samkvæmt lögum. Hann er bundinn af lögum. Og hann þarf þannig þegar hann tekur þá ákvörðun, þá þarf hann að meta og taka meiri hagsmuni fram yfir minni. Og það ákvæði í lögunum sem að ráðherra horfir í núna og hlýtur að þurfa að líta til varðar og snýra samningum heilbrigðisþjónustu. Og þetta er ákvæði í sjúkratryggingalögum. Þetta er grein númer 40 sem er svona stór og mikil grein og í þeirri grein er ákvæði sem fjallar val á viðsemjendum. Og þar segir meðal annars að við samningagerð heilbrigðisþjónustu skal þess gætt að raska ekki þeirri heilbrigðisþjónustu sem veita ber samkvæmt lögum. Ráðherra þarf bæði að líta til sjúkratryggingalaga og svo heilbrigðisþjónustulagana. Nú er það svo kaldhæðnislegt eins og það hljómar að þetta er magnað ákvæði á margan hátt. Það er magnað að því lítinu til að líklegast hangir líf hugmyndarinnar háskólasjúkrahúsið á þessu ákvæði í dag. Ég skil, já.
vegna þess að Ég skil ekki. Já, ég meina þetta þarf fólk virkilega að líta til. Já. Landspítali háskólasjúkrahús er háskólasjúkrahús og það er ákveðin hugmynd og það er ákveðin tilgangur og ákveðin markmið með því og þá umræður við löngu búin að taka. En það er annað sem er magnað við þetta ákvæði. Það var veruleg styrr þetta ákvæði þegar það var í frumvarpinu og þá var það alveg sérstök grein í frumvarpinu. Og frumvarpið gerði ráð fyrir því að það var sjálfstæð grein sem héti þarna val á viðsemjendum. Og þannig var að þáverandi heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þ. Þórðarson, vildi að þessi grein yrði tekin út úr lögunum, út úr frumvarpinu. Og það var líklegast vegna þess að það var ykkur styrr og það var óánægja í baklandi ráðherrans. Og megin, það er hérna, nánustu ráðgjafar ráðherrans á þessum tíma, voru Benedikt Jónasson, sem er núna fjármálaráðherra, og Steingrímur Ari, sem er forstjóri Sjúkratrygginga. Og aðstofamaður ráðherrans á þessum tíma var Hanna Katrín Friðriksson, sem núna er þingmaður í flokki fjármálaráðherrans. Þannig að þetta eru þær aðstæður sem eru að skapa, mjög sérstakar aðstöðu fyrir þennan ráðherra sem núna á að taka þessa ákvörðun. Og hann er með þessa ákvörðun einn, sjáðu. Er það ekki ótrúlega óeðlilegt að ráðherra sé einn að ráðslaga með þetta? Það er svona fræðilega séð algjörlega galið. Já. En í íslenskri stjórnskipan þá er það þannig, vegna þess að ráðherra ræður. Og ráðherra stjórnsýslan á Íslandi er mjög öflug. Þannig að þessi ráðherra situr nú þarna á milli þeirra frænda sem hafa bæði þessa hagsmunatengsl við frænda sinn sem er stærsti hluthafinn í klínikinni, hafa þessi tengsl, þessi námitengsl, ættatengsl, pluss það að þessi saga þessa magnaða ákvæðis sem átti ekki að fá að vera til, er núna hugsalega ef ráðherrann, heilbrigðisráðherrann, myndi nú taka þá stöðu eins og hann gerði í búvörusamningunum, taka þessa stöðu með almenningi og segja nei við þessu, að þá er hann svona í ákveðinni klemmu þarna í þessu stjórnarsamstarfi. Ég get ekki skilið öðruvísi. En hvernig er með, hver er munurinn á þessum einkarekstri og öðrum einkarekstri sem það er einkarekstur víða í heilbrigðiskerfinu? Já, munurinn á þessum einkarekstri, Egill, er sá að hér er verið að tala um sjúkrahús, innlegu. Og þetta er jú reyndar ekki fyrsta einkasjúkrahús á Íslandi. Leyfum mig bara að ítreka það. St. Jósefsspítali á Andakoti var einkasjúkrahús. En það var rekið af nunnum. Það var góðgerðarform, sjálfseignarstofnun. Það var ekki verið að borga sér arð út úr rekstrinum. Þetta er sjúkrahús sem er byggt þannig upp sem í því rekstrarformi að þeir sem eru þar eigendur að hlutafé geta greitt sér út arð. Og þessa umræðu erum við ekki búin að taka hér á Íslandi. Viljum við að heilbrigðiskerfið okkar og sá einkarekstur sem þar er og verður í framtíðinni sé fjármálavæddur með þessum hætti. Það er það að bjóða upp á tækifæri fyrir fjárfesta. Og jafnvel fjárfesta sem er í algjörlega óskyldum rekstri. Viljum við það? Við erum ekki búin að taka þessa umræðu, Egill. En nú er mikill einkarekstur í heilbrigðiskerfinu. Við erum alltaf með þetta mikla kerfi þar sem að sérfræðilæknar eru út allan bæ með sinn einkarekstur og það er náttúrulega í sumu leyti hægt að segja að það sé myljandi gróði á ferðinni. Já, og má ég þá segja það, þú þurft að nefna hann einkarekstur. Hann er tilkominn og megin drifkrafturinn í þeim einkarekstri hefur fyrst og fremst verið fjármálalegir hagsmunir lækna. Og þeir hafa drifið þróun heilbrigðiskerfisins áfram allt frá því að samningar opnuðust á aukin einkarekstur. Og það fyrirbæri út af fyrir sig er búið að gagnrýna mjög af mörgum aðrum sem hér hafa tekið út íslensku heilbrigðisþjónustuna og bent á það að þetta er dýr kostur þegar á heildina er litið. Já. Plús það að þetta form er að grafa undan þeirri hugmynd sem er að baki háskólasjúkrahúsinu og baki þeirri réttlætingu að hér voru saminu 3 sjúkrahús og gerðað einu stóru háskólasjúkrahúsi og það er ákveðin hugsun í því. Og sú hugsun er undirstaðan í því að hér verði byggt upp heilbrigðisþjónusta með góðu öryggi og miklum gæðum. Og það er einhvern veginn hægt að ná því fram
inn í háskóla hugmyndin vegna þess að þar þurfum við að fá saman alla þá sérfræðinga og við þurfum að fá þeim þær aðstæður að þeir geti haft nægilega mikið að gera til þess að vera í stöðugri þjálfun og til þess að geta lært af hverju og einu tilviki einstaklingar sem eru að fást við. Þetta skiptir máli, þetta megin hugmyndin á bak við háskóla konseptinu og ég svolítið undrandi á því hversu svona mikið við hefur fjarað undan þeirri hugmynd vegna þess að þú heyrir bara honum meira og meira að tala þjóðarsjúkrahúsið og sjáðu til þessi hugmynd þjóðarsjúkrahúsið. Ég veit ekki alveg hvað hún komin, sko, satt best að segja, þetta hugtak ekki eins og til í lögunum, sjáðu. Þjóðarsjúkrahúsið, hvað það? Ég held að þetta sé svona ákveðin pólitísku leikaraskapur til þess að láta svona þessa hugmynd smá saman dofna sem háskóla sjúkrahúsið byggir á. En sko það var náttúrulega sko, og menn kannski þekki ekkert lengur vel bakgrunn að þessu, það var öllu svo steypt saman og það var gert gríðarlegt átak og þetta átti alltaf verða miðstýrt en svo hafa menn kannski verið einhvern veginn að hola þessa hugmynd að innan. Algjörlega og rannsóknir mínar á þessari sameiningu aftur og aftur kom þar fram í gögnunum að það var ekki hugsun til dæmis eins og sjálfstæðismanna í ríkisstjórninni að þarna er stórt og myndarlegt háskólasjúkrahús. Nei. Sameiningin í þeirra huga var fyrst og fremst tækifæri til að koma sjúkrahússtarfseminni í Reykjavík undir einn hatt til að geta haft miklu meiri tök á ráðstöfun þess fjár og það sem færi í þessa starfsemi. Þeir vildu í raun og veru þrengja svo að þessari starfsemi þeir gætu komið sem mestu út á markað sem gat við út á markaði en hafa bara háskólasjúkrahúsið, það var ekki háskólasjúkrahúsið þeirra hugum, þetta bara sameinað sjúkrahús og það átti að vera eins lítið og mögulegt var og allt annað að fara út á markað. En það er algjörlega andstætt háskóla sjúkrahús hugmyndinni og þá getur Landspítali háskólasjúkrahús ekki staðið undir nafni. Það verður að hafa allar sérgreinar og það þarf að hafa nægilega mikið að gera, hvort heldur það þarf flóknar aðgerðir eða minna flóknar aðgerðir. Vegna þess að þú þarft að halda þínu fólki í þjálfun og það þarf alltaf að vera á tánum og geta tekið móti alls konar tilfellum sem hér kunna koma upp hjá landsmönnum. En Óttar Proppé, hann þarf sem sagt að ákveða sig. Já, og ef almenningur meinar eitthvað með því að hann sé umhugað það, þetta sé fjármagn og raupur í sjóðum, heilbrigðiskerfið okkar, og að mestu veitt af opinberum aðilum, þá þarf almenningur að halda vöku sinni og svona fara í smá störukeppni við ráðherrann. Hann er í klípu, sýnist mér. Sigurbjörg, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Við höldum hér áfram með Semu Erlu Serdal, tölum Tyrkland og það undarlega ástand sem þar er.